Hæ hæ, Gaukur hér og Spencer. Já, þá er spurning hvort að við tökum ekki upp hérna hitt dagatalið. Það er aðeins stærra. Eins og þið sjáið þá er kassinn alveg heill. Smá svona klessu á leiðinni. Það er spurning hvort maður kíkir ekki bara á þetta samt. Já, þetta er áhugavert. Okay. Já. Má sjá. Hvað taka hérna smá tröppu. Það kemur sér ekki hérna upp á. Aha, þú sést þetta betur. Því að nefnilega eftir síðasta dagatal þá ég ætla ekki að reyna að halda á þessu dagatali. Það er mun þyngra en hitt dagatali. Þannig að já, hérna höfum við þetta og já, ég held að það veri hurðar. Það er þetta svona út og svona út. Og þá er spurning hvort að hitt sé hérna undir restin. Það ekki. En eins og þið sjáið, þá er þetta dagatal frá ASOS. Þetta er Face and Body. Keypti þetta frá Englandi. Þetta var 98 pund eða 16.570 krónur. En þetta á að vera andri eitthvað meira. Ég náttúrulega man ekki akkurat núna. Það sjá. Ég vil ekki bara byrja á pakka númer 1. Hann er bara hérna. Ég get opnað þetta. Númer 1. Jú. Það höfum við hér. Þetta mun vera varalitur frá MAC. Hann er í lit Cool Teddy. Áhugavert. Mjög sérstök lykt af þessu. Þetta er nú smart. Þetta var varalitur. Ég get alveg notað þennan.
Setja þetta bara hérna til hliðar. Við tökum númer 2, hérna uppi. Já, eins og við sjáum þá hérna vörur fyrir aftan líka. Þá það er ekkert svona sem opnar. Það er bara að rífa þennan pakka. Happy endings. Hér. Já, Nourishing Balm. Breytast náttúrulega út úr þessu. Það er mjög mildur ilmur. Þetta sé bara ágætt. En það er spurning hvort ég þurfi að hafa tissue hérna einhvers staðar til að þurrka. Já. Það var að reyna að pakka númer 3. Ó, það var stærra en ég hélt. Það er líka bara að rífa kassann. Það erum við með. Já, ég glemdi að segja að þetta var frá Sam McKnight. Ég hef ekki heyrt það. Ok, þetta er Claudier. Já, örugglega. Ég veit ekki hvort þetta sé rétt sagt. En Lightweight Firming Cashmere Cream. Örugglega mjög fancy, sko. Ég man nú eftir að hafa heyrt nafni Claudier, en svo sem ekkert. Meira en það. Að reyna að gera þetta smá. Það var örugglega bara gaman að prófa þetta. Setjum þetta bara hér. Mjúkt og gott krem. Ok, þetta var númer 3. 4 er bara hérna. Og ég finnst mjög skrítið að maður þurfa að rífa upp kassann til að ná í vöruna. Yfirleitt er þetta nú bara svona þægilegri box sem að maður opnar. Ok, hér höfum við Philip Kingsley. Elasticizer Therapies. Deep Conditioning Treatment. Kannski ég þurfi bara því að halda. Já. Áhugavert. Það voru 5. Það er hér. Já, sko þessi er pakki sem að maður opnar bara svona beint upp. Það er eftir að rífa hann upp. Það eru 2 vörur. Það er Bam Bam. Eða Búm Búm. Einmitt. Þessar vörur hef ég séð fólk fá í svona dagatölum á YouTube núna í nokkur ár. Ég hef aldrei séð, ég held ég hef aldrei séð þetta hérna á Íslandi. Þá hef ég allavega mist af því. En er ekki minningin var ekkert að opna þetta samt líka. Ekkert ekki að opna þetta. Ég er nú ekki svo sterkast akkurat núna. Já, nei. Ég er ekki að fara að finna lyktina af þessu. En þessi 4 blöð. Nei, heldur ekki. Það er að gera eitthvað annað. Nei. Seinna. En þetta var allavega þessi venjulegi sem að margir tala um. Þetta er
Brazilian Bom Bom Cream og svo þetta Delicate Drains Body Butter. Það verður áhugavert að pröfa þetta. Ok, 6 hérna. Nice. Líka auðvelt að opna. Ok, Laura Mercier. Nice. Já, þetta hérna Translucent Setting Powder. Einmitt sem ég vantar. Já. Ég finnst þetta bara að vera í, ég ætla að segja ágætis lit. Já, þetta náttúrulega samt ljós brúnt en á þetta ekki að vera translucent. Áhugavert. Þetta var 6, þá hlýtur þetta að vera 7. Ok. Þetta detta ekki hérna. Ok, 7. Ok, þá förum við aftur í að rífa boxið. Já. Niacinamide serum. En þetta the Inky list. Inky. Örugglega. Þetta lítur svona út. Serum, það er örugglega mjög gott. Það er ekki alltaf gott fyrir alla bara. Hvað var ég að opna? 7. 8 er hér. Mjög skemmtilega ekki að opna þetta allt í einu, heldur en það þarf að bíða alveg marga daga, sko. Þetta er Bare Minerals Primetime Hydrate and Glow Primer. Ok, nýr primer, eða þú veist fyrir mig. Af því ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta merki. Það er örugglega ekkert allt til hérna á Íslandi sem maður kaupir upp annars staðar. En alltaf, þetta lítur svona út. Áhugavert. Skemmtilegt. Ég var að opna 8 eða það ekki. Það var 9. Hann er hér. Ég þarf að rífa þetta líka. Það er alltaf spurning hvernig maður segir þetta. Þetta er þetta L-Occitane eða eitthvað svoleiðis. Það hljóðar allavega þannig. Þetta er handkrem, handáburður og ég var nú eitthvað búið að heyra að þetta verður góð lykt af þessu. Það finnst nú bara eiginlega ekki nein lykt af þessu. Það er allt í lagi. Þetta er áhugavert, það er gaman að pröfa þetta. Þetta er mjúkt. Ok. Þetta er áhugavert. Jú, núna finn ég ilm. Já, mjög mildur og góður ilmur. Vá, sátt þetta. Hvað erum við þá komin í? Þá hlýtur að vera 10. Það er hér. Alrighty then. Það er já. Komum við betur fyrir. Þetta er alveg svolítið erfitt að opna þetta. Ok. Sunday Riley Aquamarine Melt Hydrating Gel
Balm Cleanser. Nice. Ég er strax búin að glemma hvaða númer ég var á opna. Þetta fyrir að setja henni upp á kantinn. Þá kíkjum við bara, þá ætti 11 að vera næst. Ok, þetta er ekkert að haldast hérna inni. En ég sá að við fáum auka dag. Það er alltaf maður kaupir vörur einhvers staðar að utan þar sem jólin eru ekki á aðfangadag. Erum við bara eina landi sem er með jólin á aðfangadag? Kerti. Og lokið var dottið af. Sjá hvað þetta er krúttlegt. Með eitthvað hérna í. Ég held að þetta sé svona eins og kristall. Það stendur einmitt hérna. Crystal Keepsake. Strawberry Quartz. Love, joy, happiness. Krút. Ok. Þá vorum ekki að opna 11. Ég held það. Þá opnum við 12. Spurning hvort það komið svo í ljós einhver dagur sem að gleymdist. Það væri nú fyndið. Eitthvað í túpu. Og sem ég næ ekki úr. Halló. Cute. Elemis. Superfood. Midnight Facial. New Rising. Sleeping Cream. Eða okkur er þetta bara Night Cream. Er eitthvað munur? Það er alltaf verið að reyna að selja mann eitthvað. Alrighty then. Þá er 13. Hann er í boxi sem er hægt að opna. Það er svo mikill munur. Og þetta virðist eins og þetta sé tómt. Ég skil akkur þetta virðist vera tómt. Þetta er svona make-up púði sem að kallast Marshmallow. Þetta er nýtt, heyrði ég. Þetta var á markaðnum. Og ég hef ekki séð þetta náttúrulega hér. En þetta gæti verið komið. Ég er náttúrulega ekkert á hverjum degi í einhverjum verslunum að leita að svo. Hann er mjúkur. Æði. Laka til að prófa þennan. Alrighty then. Þá vorum við 14. Svo hönnunarteymið á þessum kassa hafa ekki verið sammála hvernig kassarnir ætti að vera. Nema þeir hafa sparað eitthvað pening með því að hafa þetta svona. Ok. Deep Sleep Pillow Spray. Ok. Ég heyrði að þetta væri málið, sko. Ok, mikið lykt. Ég held að þetta sé bara ágætis. Ef þetta svæfir mann, þá er ég til. Ok, cool. Hvað erum við þá númer 15? Já. Ég það. 15. Þetta er að vera geggjað mikið af vörum. Silk Blush. Sundays, já, þetta er hvað stendur hérna, Revolution. Maður sér ekki nafnið á, stendur hérna pínulítið. En alltaf, þetta er blush sem að ég yfirleitt nota aldrei. En
ef ég ætla ekki að nota þetta, þá er náttúrulega alveg spurning hvort að einhver systir mín kannski bara fær þetta. Sjá hvað þetta er sætt. Og nafnið er hérna, svo er þetta bara, já, þetta er geggjað. Nei, það er náttúrulega engin lykt af þessu. Ég veit ekki til hvers ég er eitthvað að reyna. Allavega lítið geðvægt vel út. Alrighty then, 16 í hérna sætur kassi. Afsakið, óhljóðan í mér. Ok, ég veit ekki hvernig maður segja þetta. En þetta er Berry Lip Gloss Balm. Við getum notað það. Cute. Með svona næs. Það er svo sér smá litur. Engin lykt. Ok, 17. 18 vildi vera næst. Geymum hann samt. Þetta er 17 er á undan. Ég þurfti að hafa með mér aðra mannesku sem að rífur upp boxinn fyrir mig. Ok, hvað höfum við hér? Vella. Þetta er örugglega eitthvað hárdót. Ultimate Repair Miracle Hair Rescue. Sure. En það var alltaf að pröfa, skilur, maður veit ekki nema maður pröfi. Já. Það lítur bara vel út. Ok, 18 vildi koma út líka. Út úr kassanum. En ég get ekki opnað hann. Elf Brow Lift Infused with Aloe. Jú. Ég hef bara ekkert meira að segja um það. Þá hlýtur að vera 19. Hann er hérna fyrir framan. Ok. Firming Eye Gel. Einmitt. Já. Það var gaman að pröfa þetta. Þetta hvort að það hafi einhver áhrif á mann. Ok. Hvert vorum við komin þá? Þá hlýtur að vera 20. Það er bara jólanaglalækkið í ár. Veistu þetta? Það er svona eins og þetta sé svona gull. Þetta er svolítið töff. Gæti verið bara fyrir áramótadressið. 21. Þetta er stórt og þungt box. Miracle Spray. Það er ekki smá mikið af kraftaverki sem að gerist hér. Daily Treatment
gerir ráð fyrir þetta sé fyrir hárið, ég veit það ekki, þetta er 10 í einum. Já, þetta er hárvara, einmitt, að það var ekki áberandi. Þá förum við 22. Það er Kiko Lip Gloss. Getur nota það. Þetta er áhugavert hérna. Skemmtilegt. Alltaf að sjá okkar nýtt, sko. Áhugavert. Ekki lykt. Þessi er flottur. Það er að stinga hérna. 23. Þetta er Rituals Ultra Nourishing Shower Oil. Ok. Það getur verið áhugavert. Ekki aðtöku hvort það sé eitthvað lykt á þessu. Það sé ekki lykt. Nei. Get ekki opna þetta. 24. Stór kassi en mjög léttur. Biodense Biocollagen Real Deep Mask. Yes. Og þá er það síðasti dagurinn. Boxið er bara tómt. Ok. Hvað fáum við að segja næsta degi á jóladag? Þetta mun vera Blush Glow Gasp. Ok. Ég get ekki einu sinni opnað þetta. Já. Ég er pínu hissa. Yfirleitt er alltaf síðasta varan svona babá. Já, þetta er hérna áhugavert. Veit ekki hvort ég noti svona. En já, þetta var heilmikið af vörum og kannski við ættum aðeins að kíkja á hvað þetta allt var eða er. Ok. Já, endilega segja mér hvað ykkur finnst. Ég held að þetta var bara ágætis sýnishorn af því sem að til er. Fullt af vörum sem að ég hef ekki prufað áður, eins og ég sagði. Og það er náttúrulega eitthvað sem að ég hef, maður hefur séð eða heyrt en maður er einhvern veginn svona, þarf ég eitthvað að kaupa þetta? Þannig að það er kannski ágætt að fá það í jóladagatali og geta þá prufað það og séð, er þetta eitthvað sem að maður notar eða er þetta bara enn eitt sölutrixið til að fá mann til að kaupa eitthvað
sem að maður þarf ekki. Mér finnst vera rosalega mikið af því, alls konar vörum sem að maður þarf ekki neitt. En já, svona það. Þetta er jóladagatal númer 2 og held ég bara síðasta jóladagatal á þessu ári. Þetta var svona innsýn í þetta jóladagatala-flóð sem að í rauninni til. Það er til rosalega mikið af alls konar dagatölum og það náttúrulega, þetta alveg, sko maður getur alveg verið hugsi yfir hvað hvað ætla ég að segja, hvað maður ætti að kaupa og svo náttúrulega líka einhvern veginn þegar maður veit ekki innihaldið, er það þessi virði og ekki. Þetta sem að ég var að fá núna, þetta gæti svo sem alveg henta svona unglingum, ungfullorðnum, eða þú veist, ungfullorðnir eru svona frá 18 til 25 held ég. Ég held að þetta væri, sko, þú veist, ég hefði náttúrulega hoppað yfir mig ef ég fengið svona dagatal á mínum aldri. Fullt af vörum sem maður getur notað og prófað þegar maður tímdi náttúrulega eiginlega aldrei að kaupa sér neitt. En það var heldur ekkert svona mikið úrval þegar ég var unglingur. Það var nokkrar tegundir og maður keypti bara svona það helsta. En já, bara endilega gerið like á vídeóið og subscribeið. Það var alveg planið að gera fleiri vídeó, en svo náttúrulega bara sem að hvað lífið hefur upp á að bjóða. En allavega þá bara bið ég að heilsa og sjáum hvernig framhaldið verður. Ég væri til að pröfa að kveikja á þessu kerti.